Hæ, jæja, í dag ætla ég ekki að fjalla tómata. Nei, ég ætla að fjalla örlítið hvítlauk. Þið veitir bara þeirra hvítlauk sem maður getur fengið í verslunum og allavega, ég á engan hvítlauk vegna þess að það er ræktaðan því að ég hef ekkert gert þetta áður. En ég nú búin að kynna mér örlítið hvernig maður eigi að setja niður hvítlauk og þá bara tekur maður hvítlauksrif og svo tekur maður þessa búta af eða hvað það heita og setja síðan í vatn og ég setti líka örlítið út í þetta pínulítið af glæðir, þetta mikla undraefni, lífræni áburður frá Reykhólum sem unnið nú þara og svo las ég einhvers staðar eða heyrði þegar ég var að skoða á YouTube að það væri gott að setja matarsóda út í þetta og láta þetta vera í svona 2 klukkutíma í þessum vökva áður en ég setja niður. Nú, þá setjum við þetta niður. Ég er búin að ákveða að ég ætla að setja þetta bara í svona lítinn kassa sem ég er með hérna út á veröndinni. Ég var með kartöflur í honum í fyrra en núna ætla ég að setja niður þennan hvítlauk. Það er sem sagt 16. október og það er alveg kjörinn tími til að setja niður hvítlauk fyrir næsta sumar því hann verður líka að frjósa. Hann þarf að fara út að hausti og síðan á hann að frjósa og svo einhvern tíma næsta vor eða sumar þá eiga að koma upp þessi voðalegu fínu hvítlauksgrös og það er undir niðri hvítlaukurinn. Nú, jæja, ég er þá tilbúin að fara út, þá ætlum ég bara að taka hérna myndavélina og heyrðu, setja ég þetta svona. Og tek þetta með mér auðvitað. Nú, eins og ég sagði, þá er þetta hérna bara fyrir utan og þar sem ég ætla að koma þessu öllu saman fyrir. Svo ef maður sé alveg örugglega í mynd, þá ætlum við bara svona að stilla myndavélinu upp hérna og vona þetta sjáist hérna. Jú, sjáuði, þarna, þessi kassi þarna, það er það sem ég ætla að setja þetta niður. Nú, mér er sagt það að maður eigi að bara nota þá líka vökvann sem er hérna í þessu. Ég bara nota hann bara í svona stráfónu hérna yfir því að þetta má verða vel blautt og þá kannski frýsist einhvern tímann því að það, eins og ég segi, það er frostið sem maður þarf að vera með. Nú, það er ekki sama hvernig þið snúa, sjáu þið. Hérna er ég með einn laukinn sem sagt, hann á sem sagt að fara svona niður. Það er sem sagt breiðari endinn niður og mjórri endur upp. Og þessi hérna efsti hluti, hann má alveg standa upp úr moldinni. Þannig að ég ætla að setja hérna niður nokkra, bara geri svona hólu sirkabát, svona einhvern veginn, svo bara sýni ég ykkur mynda þessu eftir, svona þetta setjum við bara niður svona með einhverju millibili, það er alveg ágætt svona. Nú, það er ágætt að setja niður bara einn í einu, vera ekkert að reyna að tróða á mörgum. Þetta þarf kannski að hafa eitthvað pláss en við vitum ekkert fyrir í vor hvort að eitthvað kemur upp. Og graslaukur er mikil galdraplanta. Hún er notuð til að fæla burt varúlfa og hún er líka mjög ágætt að setja niður og þá bara vors setja niður nokkra geira inni í gróðurhúsinu til dæmis. Ég ætla að gera það á nokkrum stöðum því að plantan sem kemur þá upp einhvern tímann sumarið, hún fælir burt ákveðin skordýr sem við viljum ekki hafa inni í gróðurhúsinu. Þannig að það hjálpar til og svona og er svona þá mjög náttúruleg vörn fyrir salatið og hinar ýmsustu plöntur sem maður setur gjarnan niður í gróðurhúsi, matar, krydd allavega og þess háttar. Nú er ég nátt komið með að setja, ég vel bara þessa stærstu, setja hérna niður í þetta beð sem ég hef búin að útbúa.
og þetta ljómandi sko. Svona, flott, þetta helvíti fínt, eins og maðurinn sagði. Síðan sko, sjappa maður aðeins að þessu. Það nú að sækja myndavél og sýna ykkur þetta sko. Þetta er svolítið langt frá, sko. Já, hérna til, sko, hérna erum við með þetta. Hérna sjáum við það ofan í þennan kassa, þennan hérna fallega kassa. Ég fann hann út á ruslahögum, mér sárnar að sjá hann þarna, svona fína kistu og í vor eða síðasta sumar þá setti ég kartöflur hérna og svo komu grösi hérna út og það var voðalega fallegt. En hérna er þetta sem sagt, hérna er ég með, sjáu þið, hérna er ég búinn að setja niður graslöngin einhvern veginn. Ég veit svo sem ekkert hvort ég er að gera þetta rétt, en það bara gefur ljós. Ég meina, ég hvort er ekkert að nota þessa kistu núna í sumar. Þannig að það er ekki þannig. En sko, síðan er eitthvað triks, sem ég veit ekki alveg af hverju það er. Það er að setja yfir þetta beð svona eitthvað gróður, svona eitthvað sínu. Ég bara tók eitthvað sem ég sá hérna í grenndinni, þetta á einhvern veginn að verja þetta saman sko.